Þú átt að baki 30 ára feril í tónlist. Geturðu rakið aðeins fyrir mig svona hvað búið að gerast á þessum tíma? Það nú ýmislegt sem hefur gerst, sko. Margt skemmtilegt. Við erum til dæmis búin að hlaupa berrasæðir hérna í gegnum Akureyri einhvern tíma. Nei, við erum ekkert að tala. Þetta byrjaði svona, ég spilaði fyrst á Ísbjarnarblús fyrir Bubba og á sama tíma vorum við að stofna hljómsveit síðan Start og með Eiríki Haugsyni og Pétur Kristjáns og þar náðum við nokkrum smellum og svo hefur bara einhvern veginn tíminn hefur bara maður var í Gildurinn í 30 ár og jú, ég var í Drísli með Eiríki Haugsyni hérna í Galanda, einhverjir Akureyringar og landsmenn kannast kannski við það og spilaði með Björgvini Halldórssyni á jólatónleikum og já, spilaði hann 2000 plötur, ég man eftir fæstu þeirra, 2000 lög, man eftir fæstu þeirra. En það rockið sem á hugðin allan? Já, rockið hefur alltaf verið svona element sem það bara fer inn í mann og þú losnar ekkert við það. Þú ert að gefa út þína fyrstu sólóplötu. Já. Hvað kemur til að þú gerir það núna? Ég hugsa að það sé bara fyrst og fremst ég eignaðist góða konu og gifti mig. Síðan á ég góðan vinn sem heitir Jón Ásmundsson og bassaleikari í Messaforti. Og ég er svona búinn að vera að senda honum hugmyndir í gegnum tíðina og svo á einhverjum ákveðnum tímabúti þá sagði hann ok, nú bara gerum við þetta og hann er með mjög gott stúdíó í bænum. Og svo tókum við bara skurk eftir áramótin og tókum upp 10 lög. Svo átti ég 3 lög frá eitt sem ég gerði í minningu Péturs Kristjánsson söngvara þegar hann dó 2004 með hljómsveitinni Start. Annað sem ég gerði í heimildamynd hann Jón Pál Sigmarsson, sterkasta mann heims. Og þriðja var þegar Garri Mordó, það kom upp einhver skáldagyðja þarna þegar hinnir og þessi voru að deyja, sko. Það gerist nú oft. En ekki svolítið öðruvísi, nú ertu búin að spila mikið inn á plötur hjá öðrum, ekki svolítið öðruvísi að vera sjálfur forsprakkin í þessu verkefni? Jú, nú verð ég að taka bolta, nú verð ég að fara í viðtölin. Og ég hef alltaf verið þannig að mér finnst voðalega gott að halda mig bara svona til hlés, mér finnst gaman að stíga fram og taka sóló eða eitthvað en nú þarf ég að eins og Guðmundur Jónsson í Sálinni kallar þetta svipugöngin að vekja athygli á sjálfum sér og því annars kemur enginn á tónleika. Ég verð ekki ríkur að þessu, það verður enginn ríkur að þessu brölti að þetta snýst svona dálítið bara að gleðja fólk. Lögin á plötunni eru öll instrumental en það er þó á fyrsta laginu er það ekki aðeins talað, segðu okkur frá því. Afi hann var sem sagt biskup frá 1939 til 53, hann dó í embætti 53 en eitt af hans embættisverkum, hann hét Sigurgeir Sigurðsson, eitt af hans embættisverkum var að halda messu á Þingvöllum á lýðveldisaldinni 1944 og þar var þessi ræða sem fjölskyldan átti tekin upp og hún er tekin upp í grenjandi rokjárugningu og þar er afi að segja að það fylgir því ábyrgð að við erum frjáls. Okkur hefur verið gefin dýrmætasta gjöfin sem undir að gefa þjóðunum og það er frelsi. Og síðan segir hann, mundu eftir ábyrgðinni. Og þetta brá svo vel við í dag. Þetta fylgir ábyrgð að vera Íslendingur. Við eigum að huga að hagsmunu okkar sem þjóðar og okkar sem einstaklinga og við eigum að standa vörðum það að stjórnmálamennir í landinu geri það sem þeir eru kosnir til og fari eftir lögum og reglum. Og síðan er gaman að segja það fyrir Akureyringa að sem sagt sonur Sigurgeirs, Pétur Sigurgeirsson, hann var prestur hérna á Akureyri í áratugi og skýrði og fremdi og gifti og jarðaði fólk hérna alveg hægri vinstri og algjörlega frábær maður. Þú ert með tónleika hérna á Græna hattinum í kvöld. Já. Hvað má fólk eiga von á að heyra hér í kvöld? Það á von á því að heyra bara jazz, blues, rock, bræðing, alveg hellinga gítarsólóum, trommusóló og bassasóló og svo segi ég til svona frá lögunum og svona, þetta verður bara stuð.